Ég hef sagt það og ég vil segja það hér. Ef einhver ætla að setja verðmið á Ísland, þá það varla hægt. Þetta svo mikið perla í bara á plánetinu jörð. Þannig að hér höfum við margt að verja og hvernig ætlum að gera það ef að stjórnmálamennir okkar eru innstiltir eins og við vorum að tala áðan. Hvernig ætlum að gera það ef að stjórnkerfið í rauninni ekki að þjóna íslenskum hagsmunum, heldur kannski bara einhverjum allt öðrum hagsmunum. Ef að embættismennir að hugsa meira sinn frama og sinn feril heldur en skuldbindingu sína gagnvart íslensku stjórnarskráni. Hvernig eigum að verja þetta ef að Ísland og meðvitund okkar að við séum Íslendingar ef að þynna hana út mjög hratt jafnvel með innflæði fólks allstaðar áður heiminum. Þannig að við jafnvel missum tungumálið okkar og einn daginn í ekki á allt og langri fjarlægri framtíð verið sagt hvað að vera Íslendingur? Við erum bara alþjóðlegt samfélag og við ekki bara nota allt það sem til á Íslandi til þess að bæta hið alþjóðlega samfélag. Ef við ekki bara stinga fossónum okkar og fallvötnunum og og jarðhittanum í samband við eitthvað kerfi í Norður-Ameríku eða í Evrópu, Norður-Evrópu sem að þjónar öllum heiminum og með því bæta hugsanlega meðaltalið eitthvað 0,1% en skerða lífsgæði á Íslandi 20%. Það gæti orðið þróunin, sérstaklega þegar stór fyrirtæki hafa eignast hér fjarskiptakerfið, hafa eignast hér afnotarétti yfir öllum fjörðum landsins, hafa eignast raforkukerfið hugsanlega. Stór fyrirtæki hafa hugsanlega keypt hér upp í krafti einhvers konar markaðsvæðingar fiskistofnana og kvótana. Þú veist, hvar endar þetta? Þetta allt möguleiki. Já, þetta möguleiki. Landsvirkjun getur verið einkavædd eða seld og á opnum markaði gæti hún alveg eins hafna þá í höndum erlendra aðila á endanum. Já, og ég sagði það í þessari kosningabaráttu og nota bene aðrir frambjóðendur tóku það upp á eftir mér. Svo Halla Hrund fór að tala þetta eftir ég fór að lýsa þessu. Halla Hrund sagði það og ég held að sé rétt hjá henni. Hún sagði það þrýstingur í þá átt að skipta Landsvirkjun upp. Hún búin að horfa á þetta innanfrá í návíi, hún sér þetta. Ég var búin að segja þetta áður. Það sem að gæti gerst að einhverjir kaupa Landsvirkjun. Þegar þessi þrýstingur kemur á. Það mun einhverjir kaupa Landsvirkjun. Verða það Íslendingar, ég veit það ekki, verða það útlendingar hugsanlega. Hún verður seld á frjálsum markaði. Vegna þess að EES í rauninni leyfir ekki að einhver einn aðeins og Landsvirkjun sé í markaðsráðandi stöðu svo það heitir. Þannig að á endanum mun þessi krafa koma fram. Þá skiptir ekki máli á hvaða verði Landsvirkjun verður keypt. Íslenski stjórnmálamenn munu segja að þeir fengu frábært verð, allir eiga að vera ánægðir með þetta. En, Frosti, það sem mun gerast í framhaldinu þegar búið að selja þetta fyrir einhverja milljarða, þá munu hinni nýju eigendur segja við viljum fá tengja út af hverju munu þeir gera það. Vegna þeir vita það að daginn sem að Íslandi verður stungið í sambandi við Evrópu, þá mun verðmiðin á Landsvirkjun tífaldast. Og þeir munu alveg sama hvað þeir keyptu Landsvirkjun á, stórgræða, íslenska þjóðin mun ekki stórgræða, því að þegar Ísland orðið hluti af raforkukerfi Evrópu, þá mun það gerast það sama hér eins og í suður Noregi þegar þeir tengdu sig með sæstreng við meginlandið, verðið á orku tífaldast. Hvað mun það þýða fyrir íslensk fyrirtæki og íslensk heimili? Að það mun þýða það að bara að kynda eitt sumarbústað í Noregi kostar 75.000 kall yfir langa helgi frá föstudegi til mánudags, 75.000 íslenska krónur. Íslensk fyrirtæki íslensk heimili mun ekki bera þetta með góða móti. Íslensk fyrirtæki munu missa þetta samkeppnisforskot sem þeir hafa í formi ódýrar orku. Þeir munu þurfa að segja fólki, þeir munu þurfa að leggja niður starfsemi sín á Íslandi og atvinnulífið verður fábreyttara, það verður meira atvinnuleysi, það verður meiri fátækt á Íslandi og þetta framtíðarsýn sem ég held að allir hljóta að vilja forðast.